Góðan daginn, velkomin á bæjarstjórnarfund númer 568. Það er 19. mars og klukkan er 5. Mættir fundarins eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Anný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Dagný Finnbjörnsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynjarsdóttir og Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Starfsmaður fundarins er Bryndís Ósk Jóhannsdóttir. Fyrsta mál hjá okkur er viðauki við fjárhagsáætlun 2026, viðauki númer 4, Ólympíufarar. Tillaga frá fundi bæjarráðs númer 1362 en fundurinn var haldinn 5. mars 2026 að bæjarstjórn samþykki viðauka 4 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026 vegna styrkveitinga til 2 Ólympíuleikfara. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er engin. Áhrif viðaukans á sveitarstjórn A-hluta er 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt 274.600.000. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta er 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt 581.600.000. Orðið er laust undir þessum lið. Þú vil gera svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég er mjög ánægður með þetta mál. Ég held að það sé nú óhætt að ljóstra því upp að það var ekki búið að gera ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun, en Ólympíufarar frá Reykjavík fengu sambærilega greiðslu og það þótti okkur einboðið að ísfirsku keppendurnir fengju það einnig. Og það er heppilegt að það var til rými í fjárhagsáætlun undir öðrum lið en undir sama sviði sem hægt er að nota til þessa. Hér eru 2 Ólympíufarar, hér eru að ræða 2 Ólympíufarar, Dag Benediktsson og Örnu Sigríði Albertsdóttur. Arna Sigríður er fyrsta skíðagöngukona sem tekur þátt í vetrarólympíumóti fatlaðra. Og Dag Benediktsson er að fara hér á sína fyrstu leika og er mikill sómi að þeim báðum. Hún Arna náttúrulega hefur farið á Ólympíuleikana í Tókíó sem voru á bókunum árið 2020 en fóru fram 2021. Ef við skoðum Ólympíufara, ég hef aðeins í samhengi við þetta og aðrar hugmyndir verið að taka saman sögulegt yfirlit yfir alla Ólympíufara sem hafa farið og keppt í skíðagöngu frá árinu 1952. Og þeir eru 31 talsins, eða það er 31 för á Ólympíuleika. Það eru örfáir sem hafa farið oftar en einu sinni. Og niðurstaðan er svo að Ísafjörður getur tekið heiðurinn af 11 af þessum 31 og næstu 3 staðir, Reykjavík, Noregur og Akureyri, eru með samtals 10. Þannig að Ísafjörður ber höfuð og herðar yfir aðra staðar landinu í því að senda Ólympíufara í skíðagöngu. Og þetta hefur verið alveg frá fyrstu leikunum 1952 þegar Ebenezer Þórarinsson og Gunnar Pétursson fóru báðir og svo sleitu lítið allar götur síðan. Það er því mikill heiður fyrir Ísfirðinga að veita þetta viðurkenningu í formi fjár. Nú er það auðvitað svo að þetta hrekkur skammt í miklum útgjöldum við afreksíþróttamennsku og það er svo sem spurning hvort að við ættum að taka með skýrari hætti og gera reglur um það hvernig við styðjum við afreksíþróttafólki okkar. Við gerum það með ýmsum hætti en ekki á einum stað. Dagur Benediktsson hefur svo verið íþróttamaður Ísafjarðarbæjar og það er einhver lús sem fylgir því fjárhagsleg. Og hann hefur verið með þess að 2 sinnum minni mig íþróttamaður Ísafjarðarbæjar. Þannig að ég er bara mjög ánægður með þetta og mun að sjálfsögðu greiða þessari tillögu atkvæði mitt. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þú ekki, þá má ég gefa mér merki að þeir eru sammála þessu. Þetta er samþykkt með öllum andmælum. Við komum í annað mál sem er farsældarráð Vestfjarða, tillaga frá fundi bæjarráðs númer 1362. Fundur var haldinn 5. mars 2026 að bæjarstjórn samþykki að Fjölnir Ásbjörnsson verði tilnefndur fulltrúi foreldra í farsældarráði og Sigríður Júlía Brynjarsdóttir verði varafulltrúi í stjórn farsældarráðs.
Orðið er laust. Enginn beðið orðið, þannig að ég gefa merki ef þeir eru þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þetta þriðja mál, það er þjónustusamningur í Björgunarsveitina Björg. Tillaga frá fundi bæjarráðs númer 1363 en fundur var haldinn 12. mars 2026 að bæjarstjórn samþykki þjónustusamning Björgunarsveitina Björg á Suðureyri fyrir árin 2026 til 2030. Það er enginn beðið orðið, þá megi ég gefa merki ef þeir eru sammála þessu. Samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerðir til kynningar. Við byrjum á fundargerð bæjarráðs frá fundi 1362. Fundurum var haldinn 5. mars og er fundargerðin í 9 liðum. Orðið er laust. Gylfi Gjörsson. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, mér þykir tilhlýðilegt að koma hérna upp og rekja að minnsta kosti 2 mál. Annað er mál sem er þarna skráð númer 3. Ef að ég hef ekki, getur verið að þessi fundargerð hafi verið, það rifjast hann upp fyrir mér. Einir var tekið inn með aðbrigðum, þú fyrir ekki að regla í það, ég var að regla í saman. Já, akkurat. Þannig að ég var búinn að gera grein fyrir leyni, ég fatt það núna þegar ég kom til borðinu. Ég var búinn að gera grein fyrir leyni, af því að það var tekið með aðbrigðum á síðasta fund, þannig að ég þarf þá ekki að gera það. Og þá í sjálfu sér er ekkert rosa mikið sem ég vildi nefna nema að 8. liður er fundarboð á aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga sem að fer fram á morgun. Þannig háttar til að ég sendi inn framboð og vil upplýsa bæjarstjórn að tilnefningarnefnd hefur gert það tillögu sinni að ég verði varamaður í þessari stjórn. Bæjarstjóri fer með atkvæðisrétt okkur nema annar er tekið fram og mun væntanlega sitja hann sem í fjarfundi. Fleira var ekki forseti. Það er grein sem vilja taka til máls. Svo er ekki þá þessi fundargerð lögð fram. Þá er það 5. mál, það er bæjarráð. Lögfræðileg kynning af fundargerð af fundi 1363 hjá bæjarráði. Fundur var haldinn 12. mars. Þessi fundargerð er í 14 liðum. Orðið er laust. Gylfi Gjörsson. Já, Gjörsson. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, fundargerð þessa fundar 12. mars var óvenju bragðmikil og langar mig að nefna hér nokkur atriði sem að ég held að bæjarstjórn og jafnvel íbúum þætti áhugavert að heyra af. Fyrsta mál sem að ég vil taka upp er fundarliður 2 sem að er Pollgatan. Þannig háttar til að það fannst heitt vatn í Tungudal. Á sama tíma eru sjóvarnir við Pollgötu orðnar úr sér gengnar og þurfa bragabót á. Ísafjarðarbær hefur tekið talsvert mörg skref í sviðsmyndagreiningu það hvernig framtíð Pollsins eigi að vera og þó að það sé ekki búið að samþykkja deiliskipulag eða aðalskipulag hvað það varðar að þá liggja fyrir helstu drættir í svona pólitískri sýn þessa meirihluta, eða ekki þessa meirihluta, þetta þessara bæjarstjórnar og fagnefndar það hvernig við ætlum að fara með Pollgötuna. Þannig að það eru tilefni til þess að og svo hefur verið skortur á almennilegri gönguleið meðfram pollinum sérstaklega fyrir skemmtiskipagesti og svo hefur verið þörf fyrir fleiri bryggjustæði, jafnvel í stíl við gömlu bæjarbryggju. Allir þessi þættir eru núna að koma saman sem að eru forsenda fyrir því að hægt er að fara að taka á þessu máli. Þetta eru margir hreyfanlegir þættir, það er margir aðilar sem þurfa að koma að þessu, það er Orkubúið, það er Vegagerðin, það er Ísafjarðarbær og hafnir Ísafjarðarbær. En ég er mjög ánægður með að þetta minnisblað hafi komið inn og að þetta mál sé farið að taka á sig einhverja mynd. Ég hvet bæjarfulltrúum til þess að skoða minnisblaðið sem er þarna undir og svona sjá út á hvað þetta gengur. Til upprifjunar þá snerist sviðsmyndagreiningin okkar það hvort það ætti að fara í umfangsmiklar landfyllingar í pollinum eins og hugmyndir voru á sínum tíma
og niðurstaða greiningarinnar var að enn væru nógu margir þéttingarreitir á landi á eyrinni til þess að sá frekar miklu kostnaður væri réttlætanlegur. Að það að fara að búa til byggingaland dýrum dómum væri ekki réttlætanlegt. Og ég sannfærður að það hafi verið rétt ákvörðun. Þannig að já, ég er bara ansi spenntur fyrir þessu. Ég held að þetta getur orðið bara mjög fallegt. Skemmtileg bryggja og það geert ráð fyrir lítilli eyri þar sem hægt verður að kannski setja okkar eigið sólfar eða eitthvað slíkt. Vildir ekki fá þetta upp í pontu, Sigurður. Mál númer 3 ætla ég aðeins að kynna fyrir ykkur líka. Þar verið að gera grein fyrir mótvægisaðgerðum vegna snjóflóðavarna undir Glerahjalla. Þessu verki lauk að mestu 2016 en þá eftir að ljúka að minnsta kosti 2 verklegum, annars vegar að planta í tengslum við áningastaði og víðar á svæðinu og svo hins vegar að klára skilti. Skiltin hafa verið í drögum tilbúin allavega síðan í september og það hefur ekki frestað þeim en nú á að fara að bjóða út plöntuna eða niðursetningu plantna og kaup þeirra og það að nafninu til framkvæmd Ísafjarðarbæjar þó að ofanflóðasjóður er borgið að mestu og þess vegna höfum við það hér til umfjöllunar en bæjarráð gerði engar athugasemdir við framlögð útboðsgögn og við teljum að þessi eðlilegt að málið ná að ganga þessum hætti. Nú, svo vil ég nefna mál 4 sem er strenglagning Sauðanes. Þar snerpa að fylgja eftir áhersluatriði innviðaráðherra sem hefur verið að setja pening í að hringtengja ljósleiðara. Með þessu nást 2 aðrir verkþættir. Það annars vegar hringtenging rafmagns ef að vel gengur og hins vegar uppsetning á fjarskiptamastri upp á Sauðanesi. Og þetta eru margir, eins og ofta áður, margir hreyfanlegir þættir og við í bæjarráði gáfum fyrir okkar hatt vilyrði fyrir styrkveitingu vegna afmarkaðs hluta þessa erindis en annað þarf að fara í gegnum formlega ferla sem að ég vona að gangi hratt og vel fyrir sig vegna þess að þetta er mikið þjóðþrifamál að ná þessar hringtengingu ekki bara fyrir ljósleiðarann heldur líka fyrir rafmagnið. Og það eykur þá líka farnetsdekkun og margt fleira. Nú, mál 5 er malbikun. Þar var birtikynningar yfirleitt frá verkis vegna malbikunar áforma. Við höfum ráðgert bara talsvert mikla malbikun í fjárhagsáætlun. Ég ætla nú ekki að nefna töluna hér. Ég held að mér sé það ekki frjálst. En það er talsvert mikið og í bókuninni kemur fram að það eigi að bæjarráði sé kært að bæta umferðaröryggi sérstaklega á Suðurgötu. Það kemur ekki fram í bókuninni, reki augunni hér í pontu. En það er Suðurgatan sem að eiginlega snýst mest það á að malbika þar talsvert mikið og þar hafa bæði gestir að skemmtiferðaskipum og talsvert mikil umferð átt svona frekar slæma samleið upp á síðkasti. Eða síðustu ár þegar að margir skemmtiskipagestir eru í bæi. Annað held ég að sé ekki orða á hafandi. Takk fyrir það. Jóhann, var búin að gefa orðið? Já, hann tók þetta bara Og hvernig ég fara ekki. Nei, það kom fram mál ekki verið. En orðið samt ennþá lest ef að hann Hvort við bæjarfulltrúar þekkjum við fyrir þess að góðið þetta á þessari hugmyndagerð. Mér langaði einmitt að taka upp mál 2 sem er þarna í tengslum við deiliskipulagi. Ég held að þetta er alveg rétt eftir það gríðarlega skemmtilega og mikil vinna sem getur verið framöndan. En það er líka gríðarlega mikilvægt að þessi vinna fari fram samhliða. Þessi allir samtaka og tilbúnir þegar það á að fara í þessa vinnu. Ég óttast að þar sem eru margir aðilar að tala saman, að þetta gæti orðið erfitt og ég sé í minnisblaðinu til dæmis ekki gert ráð fyrir að við þurfum að færa fráveitulagnir
og það er ekki búið að hanna þann verkþátt, þannig að ef við ætlum að fara í það að gera hjólreiðastíg 27 og orkubúið ætlar að leggja lagnir 27, 28, þá þarf væntanlega að vera búið að færa eitthvað sjóvarnar á þeim tíma og þá verður að vera búið að færa fráveituna. Þannig að þetta eru, þá myndi ég ekki segja 3 verkþættir, heldur 4 verkþættir sem að þarf að vinna saman og það er gríðarlega mikilvægt. Einnig tók ég eftir í minnisblaðinu að orkubúið áætlar að stækka svæðið sitt í Mjóstræti og setja þar niður varmadælu og þá finnst mér líka mikilvægt að hafa það í huga að í þessu deiliskipulagi sem við erum að vinna, þá gerum við ráð fyrir að færa Pollgötuna í átt að aðstöðu orkubúsins við Mjóstræti. Þannig að þetta er eitthvað samtal sem við þurfum að taka. Því að mér skilst að núna séu þeir að nýta meiri lóð heldur en þeir hafa fengið úthlutað, þannig að það er eitthvað spurningum að það þurfi jafnvel að taka hluta af því undir þannig veg. Þannig að þetta er samtal sem er mjög brýnt að fara fram strax áður með samþykjun í deiliskipulag. Já, þannig að þetta var það sem ég vildi segja Pollgötuna og þetta deiliskipulag, en svo langaði mér bara af því ég er að tala það að detta inn í fundargerð hafnarstjórnar sem er reyndar í næsta lið. Af því við erum að tala marga aðila sem þurfa að koma að þessu og þá er ekki síður höfnin sem þarf að koma að þessu deiliskipulagi og mér finnst frekast þunnur pappír frá hafnarstjórn þar sem þetta deiliskipulag er lagt fyrir, þar sem við erum að teygja okkur inn á hafnarsvæðið. Við erum að gera áætlanir uppbyggingu þar og þar er bókað lagt fram til kynningar. Það hefði verið huggulegt ef þið hefðu fengið eitthvað tilbaka, því þetta var sent til hafnarstjórnar til umsagnar og umræðu, en ekki bara til þess að kynna fyrir þeim eitthvað verkefni sem við erum að gera, heldur þurfum við virkilega að vinna þetta saman, af því það megi ekki vera árekstrar, því þá gerist ekki neitt. Í fundargerðinni í bæjarráði var líka talað um malbikun og þetta er nú kannski ekki alvarlegasta málið, en mér barst til eyrna að malbikunin ætti að fara fram dagana 10. til eitthvað x ágúst og ég vil benda á að á þeim tíma þá getur ekki mús fengið gistingu á Ísafirði á þess að borga fyrir það stórum penning. Þannig að ef það væri hægt að færa það örlítið aftur í ágúst, þannig að þeir aðilar sem bjóða í verkið þurfa ekki að flytja með sér gámastæði til sem þetta gift, þá held ég að það væri mjög gott, en annað var ekki. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka mál? Þú ekki. Þá var þessi fundargerð lögð fram. Það eru komin 7. mál sem er fundargerð hafnarstjórnar. Það er fundin 268, en fundargerð verður haldin 7. mars og er hún í 10 liðum. Orðið er laust til þessu liði. Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég sit í hafnarstjórn og ég ætla aðeins að fá að fylgja eftir þessari fundargerð hafnarstjórnar. Og þá ætla ég að byrja á skipulaginu sem að bæjarfulltrúi minn var að tala um. Og það er skipulag sem mannvirkjanefnd tekur þetta fyrir og vísaði þessu drögum inn í hafnarstjórn til kynningar. Við ræddum þetta og skoðum þetta fína plagg og niðurstaðan var svo að við vildum funda sameiginlega með skipulagsnefndinni. Það er þarna smá partur af skipulaginu sem fellur undir hafnarstjórn, það er að segja þarna við Norðurveg, Njarðarsund og Suðurgötu. Það er gert ráð fyrir
íbúðarbyggingum á hafnarsvæðinu. Annars verður þetta í sjálfu sér ekki lítið hafnarstjórn nema við tökum bryggjurnar með og það var sjálfsagt að hafnarstjórn hafi skoðun til. En ég held að væri meiri bragur þegar það eru svona framkvæmdir að í stað þess að vera að vísa þessu á milli nefnda í einhverjum bókunum að þessar tvær nefndir fari yfir þetta skipulag og komi sér saman þá með hvað hætti þetta að vera. Þetta nú bara ástæðan fyrir því að við lögum þetta fram til kynningar af því að skipulags- og mannvirkjanefnd lagði þetta inn til hafnarstjórnar til kynningar. Þannig að við erum ekki vön því hafnarstjórnina og tánum. Annað held ég að hafa nú ekki verið að öðru leyti en því að það eru hérna skemmtileg mál. Það er fljótandi gufubað í Ísafjarðarhöfn og við sem sagt viljum að stofnum lóð undir þetta gufubað og það sé hægt að fara að huga að þessu. Við úthljótuðum þarna afnóta lóð fyrir neðan handriðina. Þarna þetta svæði nú þannig að mér minnir að þetta á hættusvæði vegna flugsamganga, þannig að það er ekki byggingarreitur þarna á þessu lóð. Já, en þetta er gámaplan og það er verið að vinna þetta gámaplan og þetta er svona, við viljum ekki hafa allavega úthlutun til einhver tíma. Svo vil ég benda á fyrsta lið, styrktarsjóður hafna. Hafna er sem sagt búið að auglýsa, held ég, þessi auglýsing sem er komin með útfyrir listaverk á Ísafirði. Þannig að þetta er samkeppni sem við erum í samstarfi við aðra aðila og það er dómnefnd sem mun fjalla um þetta og við munum þá gera ráð fyrir við sem verði hérna í næstu bæjarstjórn og hafnarstjórn að það gera ráð fyrir fjármagni á næsta ári í að smíða þetta listaverk og koma því og staðsetningin á þessu listaverki er ekki endalega ákveðin. Við vildum ekki taka of mikið á okkur, vildum að listamaðurinn sem að fengið þá fyrstu verðlaun hefði eitthvað með það að gera hvað listaverkið hans er í staðsetning. Væntanlega þá verður listaverkið eitthvað í tengslum við staðsetningu. Þannig að já, fleira held ég var það ekki nema ársfjórðungsuppgjöri, það er alltaf mjög skemmtilegt á höfninni. Takk. Takk fyrir þetta, Jón. Víður viðmóðin. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það eru örfamál sem ég vil taka hér upp. Það fyrsta er mál nr. 5 sem er þessi styrktarsjóður eða samkeppnislýsingin fyrir útilistaverki. Ég er mjög glaður með að þetta verkefni hafi náð fram að ganga eða sé komið svona langt. Það er vel skal vanda það sem lengi skal standa. Við höfum getum stært af því að vera með talsvert gott safn af útilistaverkum. Mér finnst útilistaverk vera frábær. Þau eru hægra bæinn okkar og eru aðgengileg allan daginn án aðgengishindrana og geta búið til skemmtilega perlufesti fyrir gangandi. Og mér finnst sniðugt það sem að hafnarstjórnin er að gera að tilgreina ekki staðsetningu, heldur að staðsetningi geti verið hluti af í raun listræna innihaldi sem að í þessu felst. Nú, mér langar einnig að taka upp
og fagna atriði að númer 8 sem er landtenging fyrir skemmtiferðaskip. Ég hef utan dagskrár tekið fund með Landsvirkjunum möguleika á að landtengingu fyrir skemmtiferðaskip verið komið upp. Það annað hljóð í stróknum núna heldur en var fyrir bara 3-4 árum síðan þegar að fólk sá þessu alla meinbugi. Nú eru þessi tengi komin í hafnir í Noregi. Skipafélögin sjálf eru þar með komið með móttakara fyrir þessum snúrum. Tæknin orðin þekkt. Skipafélögin vilja fá þessar tengingar. Það að losna orka, sérstaklega náttúrulega á sumrin. Og með rútustæðinu sem niður á höfn þá væri hægt að samnýta hluta af þessum innviðum til að hlaða bæði rútur og aðra stóra trukka. Þannig að ég bara mjög glaður með að þetta skuli potast áfram. Eins og mér skildist að þá væri verið að skoða uppsetningu á sambærilegum búnaði á Akureyri og Ísafirði. Það nú þegar búið að setja upp hliðstæðan búnað í Reykjavík. Þannig að við gætum þá með þessu enn frekar styrkt stöðu okkar á þessum markaði og gert bætt loftgæðin okkar þegar skip eru í höfn. Það var manni í hefði greiðmáli. Þetta bæjarfulltrúa. Takk Jóhann Birkir fyrir að leiðrétta mig með fundargerðina. Málinu var sannarlega vísað til kynningar í hafnarstjórn. Mér finnst þetta hins vegar sjálfur hins vegar það mikið mál að það hefði verið gott að fá bókun að þið óski eftir fund með hafnarstjórn, með skipulags- og mannvirkjanefnd til þess að ræða þetta betur. Af því að eins og fundargerðin liggur fram núna þá eins og þetta hefði ekki einu sinni vakið áhuga hafnarstjórnar. Við héldum sameiginlega fund fyrir ári síðan með hafnarstjórn þetta mál og sem við haldið niður og veltum öngum. Þannig að það hefur verið haldinn fundur að undirlagi skipulags- og mannvirkjanefndar, sameiginlega fundur. Nú erum við bara komin aðeins lengra. Við erum sannarlega að gera ráð fyrir einhverjum bryggjum sem hlýtur að vera hluti af höfninni, en ef höfnin vill það ekki, þá er gott að heyra það, þannig að það sé hægt að gera einhver önnur plön, það er alltaf höfnin sem að minnst að þjónusta þessar bryggjur. Þannig að ég fagna því að niðurstaðan hafi verið að fá sameiginlega fund hafnarstjórnar, skipulags- og mannvirkjanefndar. Það væri líka gaman að boða bæjarstjóra á þann fund, þannig að hún getur upplýst okkur það sem fór fram með vegagerð og þetta plan með orkubúinu. Og svo bara í lokin, svo velti ég fyrir mér að hér þið með fundargerð Hafnasambands Íslands. Hvort að þið vitið til þess að Hafnasamband Íslands hafi rætt og það borist eitthvað minnisblað til Hafnarstjórnar Ísafjarðarbæjar innheimtu farþegagjalda og þann dóm sem að fjalla í Norðurþingi það mál. Hvort að það sé eitthvað búið að ræða það hjá ykkur eða hvort að Hafnarsambandið hafi eitthvað rætt það. Ég veit ekki, geti kannski ekki svarað því, en mér finnst þetta mjög mikilvægt mál sem skiptir höfnina gríðarlega miklu máli. En það væri gaman að vita að þetta hefur verið rætt. Takk fyrir þetta, Nanni. Mislotin aðeins. Þá var rosalega vel tekið í þetta erindi. Það var mjög góðar umræður, ekki á neikvæðan átt. En eru fleiri sem vilja? Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla bara að koma upp og svara þessum spurningum. Sem sagt, varðandi deiliskipulagið Pollgötu, heitir það ekki? Miðbær. Þá er það nú þannig að á þessum fundi, við byrjum á því, að þá lágðum við til að það yrði sameiginlegur fundur og ég vænti þess að hafnarstjóri tali þá við starfsmann skipulags- og mannvirkjanefndar og óski eftir þessum fundi. Ég geri mig fulla grein fyrir því, eins og veistu plata, að þetta er að erfiðast sem mannfólki tekur sig fyrir hendur, það eru mannleg samskipti. Og við erum ekki nefnir þannig. En þá förum við yfir í hitt málið með bryggjur bæjarbryggjur og Edinborgarbryggjur og hvað
Þetta hérna sem ég held á er það sem kallast aðalskipulag sveitarfélagsins við þéttbýliskjarnir. Hafnarstjórn er bláu reitina á þessu svæði. Og þegar þið skoðið skipulagið sem er lagt fyrir núna deiliskipulagið, þá höfum við ekkert með það að gera. Hafnarstjórn, það er að segja að setja bryggjur hérna út. Það þarf þá að setja það sem hafnarsvæði og sömuleiðis með húsnæði þarna niður frá, en það er hægt að heyja sig þannig að það sé hægt að segja að húsin þarna neðst séu hugsanlega á hafnarsvæði, en samkvæmt aðalskipulaginu er þetta mest sem reitir M4 og er þá við kaupstaður stendur hérna, en þetta er miðsvæði. Þannig að það þarf þá bara að skoða aðalskipulagið með hliðsjón af þessu og fram til tekið þá megum við ekkert setja þarna þessi mannvirki, þannig að það er mikil vinna framundan og þannig að við skulum bara vinna þetta þá í réttri röð. Og ég hvet alla til þess að æfa sig í þessum samskiptum, að reyna að tala saman. Mér finnst það betra heldur en að skrifa bókanir á milli manna á sikkur skrifstofunni. Þetta er fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram. Það eru komið 7. mál sem er menningarmálanefnd, lögð fram til kynningarfundargerð af fundi 179 menningarmálanefnd, en hann var haldinn 5. mars og er fundargerð með 4 liðum. Það er laust. Elspeth, gjörðu svo vel. Ég langaði bara aðeins að ég formaði menningarmálanefndar, langaði að vekja athygli á styrkjum, eða afgreiðslu styrkja á þessum fundi, úthlutun 2026. Það voru 28 umsóknir sem bárust, þannig að mikið gróska í menningarlífinu og þetta eru bara verkefni allt frá stórum kvikmyndahátíðum og niður í Harmoníkuböll í Edinborg og allt þar á milli. Það voru úthlutaðar 3,5 milljón. Þessu upphæð hefur svona hækkað alveg hægt og eða svona reglulega undanfarin ár. Hámarksstyrkur samkvæmt úthlutunarreglum er 250 á verkefni og við ræddum það alveg hvort við ættum að hækka það eitthvað, sem sagt hámarkið. Það er eitthvað fyrir næstu nefnd líklegast til að ákveða. Það voru 18 verkefni sem fengu styrk. Margir fengu sem sagt hámarkið og aðrir eitthvað minna. En hérna reglurnar tala sem sagt það er sem sagt tekið á því í reglunum að þetta séu fjölbreyttir viðburðir og menningarmál sem eru aðgengilegir öllum íbúum. Og hérna hugsun líka svolítið eitthvað sem er gagnvart fyrir börn. Leggjum svolítið áherslu á það og einnig að við erum svona alla jafna ekki að veita styrki til útgáfu á efni. Það er erfitt að deila þessar uppgáfur milli margra verkefna og það er gott að hafa einhverja góðar skýringar á eða eitthvað til að fylgja eftir þegar maður þarf að deila út litlum pening fyrir mörg flott verkefni. Takk. Það eru fleiri sem vilja taka mál. Svo er ekki þá að þessi fundargerð lögð fram. Þá er kominn 8. mál sem er nefnd framtíðarútgáfu leik- og grunnskóla í Skutulsfirði. Lögð fram til kynningar fundargerð 4. Fjórða fundar nefndar framtíðarhúsnæði leik- og grunnskóla í Skutulsfirði. Fundurinn var haldinn 11. mars og er fundargerðin í einum lið. Orðið er laust. Hefur enginn beðið borðið, þá er þessi fundargerð lögð fram. Það er komin í 9. mál sem er skipulags- og mannvirkjanefnd. Það er lögð fram til kynningar fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar á fundi nr. 668. Fundurinn var haldinn 5. mars 2026 og er fundargerðin í 18 liðum. Orðið er laust. Nanni,
Forseti bæjarfulltrúa, það er nokkuð mál sem ég langar að fara yfir á þessum fundi, frá þessum fundi. Við fengum inn til okkar umsagnir sem að bárust í skipulagsgátt út af deiliskipulagi og Laugarhjalla og breytingar vegna Eyrarklárs. Vinnslutillagan var kynnt 13. janúar og við héldum fund 23. og 4. janúar, eða ekki við heldur áveikjan Ísafjarðarbæjar héldu þeir sem að halda á þessu verkefni fund fyrir íbúa til þess að kynna verkefni og koma umræða af stað. Ég held að það hafi komið rúmlega 50 umsagnir inn út af þessu verkefni og eins og staðan er núna þá er deiluskipulagið í höndum Eyrarklárs ehf. En ekki Ísafjarðarbæjar. Þannig að skipulagsráðgjafi Eyrarklárs er núna með þessar umsagnir. Það er spurningar sem hafa borist og þær athugasemdir og mun vinna úr þeim gögnum og nefndin tekur þá erindi fyrir aftur þegar Eyrarklárs ehf. Hefur uppfært sín gögn í samræmi við þær athugasemdir sem hafa borist. Þannig að það er bara til þess að útskýra það fyrir þeim sem er að hlusta að þá er það ekki skipulagsnefnd sem að tekur þessar umsagnir og vinnur úr þeim þar sem að Ísafjarðarbær séð ekki deiliskipulagið á svæðinu núna. Mál 5 er Hveravík í Reykjanesi þar sem er verið að sækja lóð í fóstur sem að er áhugaverð. Það er í heimild í reglum sveitarfélagsins að úthluta lóð í fóstur. Það er kannski spurning hvort það eigi að taka upp þær reglur og skoða þær að nýju. Þetta var verkefni sem var unnið, var nokkrar lóðir sem að fengu svona fósturforeldra á árunum 2016 til 2020 minnum mig og þá voru þetta yfirleitt svona litlir landskikar sem að voru í órækt eða fólk vildi sinna nálægt húsum sínum til þess að gera umhverfið fallegra. En hér erum við að tala Reykjanesi þar sem að Ísafjarðarbær á landið en fer ekki með skipulagssvæði. Við veltum þessu fyrir okkur í svolítinn tíma, tókum ekki afstöðu alveg strax og vildum fá upptækta sýningi áður en við tækjum ákvörðun og okkur fannst mjög mikilvægt að fá lóð í fóstur. Það veitir í rauninni ekkert leyfi það veitir ekki leyfi skipulagsmála eða til þess að fara í einhverju uppbyggingu eða landgræðslu eða hvað það er. Þetta er í rauninni bara að hafa eftirlit með einhverju ákveðnu svæði. Okkur fannst mikilvægt að taka fram í samningnum að það mætti ekki hefta aðkomu fólks að fjöru, það mætti ekki hefta aðkomu fólks að vegi, þó svo að landið sé einhver ákveðin stærð að þá er öllum frjálskur þetta landsvæði, engar síður. Við svo samþykktum mælingu eða mæliblað tæknideildar út á tjaldsvæðinu Tungudal, þar sem að tjaldsvæði sjálft er stækkað í ég er alltaf að velta fyrir sem eru áttum í suðvestur eða kannski bara vestur. Það er þörf á að stækka tjaldsvæðið og við erum alltaf að vinna aðalskipulag þannig að þetta fer beint í aðalskipulagsvinnuna. Það var svolítið vonbrigði að við fundum ekki þá vinnu sem var unnin á árunum 2018 til 2022 með verkís þar sem við vorum að skipuleggja Tungudal sem útvistasvæði og skíðasvæðið upp á Seljalandsdal og í Tungudal. Við fundum gögnin skíðasvæðin en bara höfðum ekki aðgang að þessum gögnum tjaldsvæðið eða bara Tungudal sem er miður af því að okkur fannst sniðugt á þeim tíma að setja þetta upp í eitthvað svona staðrænt fórum, einhverja gátt og svo höfum við bara ekki lengur aðgang á því svæði og það var sóttumst eftir að fá einhver gögn en þau voru bara ekki til. Þannig að við gátum ekki unnið þegar mæliblaðið út frá þessari vinnu sem hafði verið unnin. En engar síður þá samþykktum við þetta. Annars, svo langaði mig til að fara yfir óskum lóð fyrir sjálfsafgreiðslustöð. Allir rosalega spenntir að fá sjálfsafgreiðslustöð þar sem hún getur
dúrra með bíliðin og einhver annar þrýfur hann fyrir þig. Það er allir mjög spenntir fyrir því. Þessi lóð sem að óskað var eftir óheppilegt að þeir skyldu sækja þetta svæði því það er svo margan hátt gengur ekki upp. Það er fyrsta lagi mjög nálagt friðaðri fjöru. Það eins og við vitum efni sem er notið til að þrífa bíla og svo áttu líka að vera bensínstöð og það áttu að vera rafhleðslustöð. Þetta er allt efni sem að þarf að huga vel að áður hreinsun, skiljun og annað slíkt áður og sendir það út í svona viðkvæman viðtaka eins og fjörborðið inn á Skeiði þar sem er mikið fuglavarp. Þannig að það olli okkur töluverðum hugarangri eða við þurftum aðeins að hugsa þetta. Svo fengum við inn ábendingar bæði frá Vegagerðinni og Orkubú Vestfjarða sem að hjálpaði okkur til að taka þá ákvörðun að þetta væri ekki heppilegt svæði og það yrði skipulagsfulltrúa falið að setjast niður með umsagnaraðilum til að finna annan stað sem að væri þá heppilegri. Og ástæðan fyrir því að þetta er ekki heppilegt er þetta þjóðvegur þéttbýli sem hefur ákveðið veghaldkunarsvæði. Vegagerðin vill ekki fá svona aðreinar beint inn á þjóðveg og svo er Orkubúið búin að fá heimild frá til þess að leggja háspennustreng þarna fyrir neðan þjóðveginn og veghaldkunarsvæðið háspennustrengs er einnig það mikið að það var bara eiginlega það var ekki pláss eftir á nákvæmlega þeim stað sem að þeir sóttu. Annars erum við bara spennt fyrir aðalskipulagi Árneshrepps og gerum ekki athugasemd við það og ég held að það var annað sem við ræddum á þessum fundi. Ef það eru eitthvað spurningar þá er ég bara hér til að svara. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Nú liggur fyrir á Ísland.is undirskriftalisti Eyrakláf. Ég hef svona verið að velta þessu dálítið fyrir mér. Ég velti fyrir mér hvort að núna þegar að þetta mál er hjá fyrirtækinu, hvort að reikningsdæmi gangi upp að íbúakönnun fari fram eða íbúakosning fari fram samhliða sveitarstjórnarkosningum. Ef að máli verður ekki tækt til umfjöllunar á þeim tímapunkti. En það þarf líka að skoða þá hvernig þessu undirskriftalista lýkur og hvað þarf að vera svona heppilegur tími áður en að hægt að ganga til kosninga sem eru svona þokkalega upplýstar. Annars er 2 atriði þar sem ég langar að lýsa mínum svona skipulagspólitísku skoðunum. Það er annars vegar mögulega uppsetningu á listaverki við Sólgötu í Króknum. Ég hefði haldið að það væri betra að hafa þetta á græna svæðinu, þar sem að græna húsið sem var að gráta í laginu fræga var, sem er á milli Sólgötu 1 og Hringtorgsins. Það er líka gott aðgengi gangandi. Og hvað varðar eftir sjálfbærgreiðslustöð þá er náttúrulega gaman að geta fengið bæði hleðslustöðvar og bílaþvottastöð, en ég held að það þurfi að skoða það mjög alvarlega ef það á að fjölga bensínstöðvum í bænum. Ég er ekki viss um að það sé heppileg framtíðarnýting lands fyrir okkur, sérstaklega þegar leituð til þess að bæði er það rafvæðing en einnig er svo sem enn einn á víkjandi svæði í skipulagi skilst mér. Þannig að það þarf að skoða það í því samhengi sérstaklega. Þetta er nú ekki alveg einföldustu lóðanotendurnir að vera með niðurgrafnum tanka og með mengunarhættu og því sem það er. Þannig að ég svo sem ekki sérstaklega skoðun á því að það er ágætt ef það er búið að útiloka að þetta verði þarna inni við Kofra eða þar. En ég held að það þurfa að skoða bara fjölda bensínstöðva í þessu samhengi. Takk fyrir. Það eru fleiri sem vilja taka þetta mál. Svo er ekki. Þá er dagskráin lokið hjá okkur og ég segi þessu fundi í sliði.